velkomin í Silfrið. Við ætlum að byrja venju samkvæmt hérna á vettvangi dagsins, þar sem við förum yfir svona helstu fréttir vikunar. Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, kemur svo til mín á eftir. Við ætlum að fara yfir ástandið í Sýrlandi og Brexit og síðan kemur María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur og doktorsnemi til mín og við ætlum að fara hans yfir hrelliklám og ræða nauðsyn á nýju ákvæði í hegningalögunum út af því. Við byrjum hérna með Andrési Jónssoni almannatengli, Þorbjörgu Sigríði Guðlaugsdóttur, aðstoðarmanni félagsmálaráðherra, Þórlindi Kjartanssyni, pistlahöfundi á Fréttablaðinu og Valgerður Jóhannsdóttur, aðjúnkt í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Velkomin. Við ætlum að byrja að fara hans yfir sviptingar á fjölmiðlamarkaði. Það var ýmislegt sem að gerðist í síðustu viku þar. Það urðu eigendaskipti á Morgunblaðinu. Eyþór Arnalds keypti þar hlut Samherja. Og eins liggur fyrir að fréttatíminn stendur að minnsta kosti höllum fæti og óvíst með framtíð þessa blaðs. Andrés, ef við byrja á þér, ég veit að þú hittir nýjan eiganda á Morgunblaðinu í gær. Segðu mér aðeins hvernig þetta blasir við þér. Mun þetta breyta eitthvað þessu rótgróna blaði? Já, það er rétt, ég rakst á Eyþór og reynda Þórsnæði og Kjarnanum líka. Við fengum það sem gesti okkar, ég og Þórhallur Gunnarsson, við erum að kenna svona miðlun upplýsinga í Háskóla Íslands og þannig að við fengum svolítið svona gott spjall þetta og á þess að ég held ég sé að upplýsa ykkur leyndarmálum að þá voru þeir báðir á því að svona breytingin, það sem að úr prentmiðlum yfir í stafræna miðla, hún hafi tekið lengri tíma heldur en við byggust við. Kjarni var með eitthvað app sem bara floppaði og fólk var bara sem voru að nota iPadana, ekki fullorðnir. En Eyþór svona talaði þó að Mogginn væri eitt sterkasta áskriftablaði heimi enn sem kom í hlutfalli að höfðatölu, að þá heyrðist mér á hann að hann væri að sjá framtíð Morgunblaðsins í hinu stafræna heimi og að jafnvel að það myndi gerast jafnvel hægar. Ég fór að velta fyrir mig hvort að þeir myndi jafnvel fækka útgáfudögum á þess að hann hafi sagt það beinlínis. En það má líka velta fyrir sér hvort að þessi framtíðarsýn að breyta Morgunblaðinu og fjölmiðlaheimurinn núna með þessum breyttu eignarhaldi á 365, hvað gerist með Fréttablaðið, verður það áfram hjá Jóni Ásgeiri og Ingibjörgu, að það sé svona þessi stóra breyting sé kannski fara að verða núna í takti við þessar eigendabreytingar. Og við sjáum að Vodafone fjarskiptafyrirtæki kaupir Stöð 2 og með heila klappinu nema Fréttablaðinu. Hvað gerir Síminn? Eyþór kannski með einhverja hugmynd og þeir sem eiga Morgunblaði að gera það svona aðeins attraktífara, svona meira eftirsóknarvert og sameina það í Símann. Ég gæti hann að sé það gerast. Valgerður, þetta er ekkert ný saga að það sé erfitt hjá fjölmiðlum eins og líka fyrir hjá fréttatímanum og svo sem áskrifendum á Morgunblaðinu hefur nú verið að hækka svona stígandi síðustu ár. Hvernig blasir þetta við þér? Erum við einhverjum vandræðum með svona fjölmiðlarekstur á Íslandi? Við erum það augljóslega í vandræðum. Ég held að þessi miðlar sem að sinna fréttaþjónustu séu flest allir reknir með tapi og hafi verið í dálítinn tíma og það eru þetta áhyggjuefni. Það var í sjálfu sér þegar svona internetið og þessi stafræna bylting byrjar að ganga yfir og það voru svona miklar vonir bundnar við þetta allt og við myndum bara sjálf öll verða fréttamenn og afla okkar upplýsinga á þess að væri ykkur hliðverðir að matreiða það onni okkur. En svo hefur raunveruleikinn bara orðið dálítið annar. Það var eitthvað sem orðið að þannig að jú, allir í sjálfu sér geta verið blaðamenn og fréttamenn og það endar með því að enginn verður það. Af því að staðreyndin er ennþá sú að það eru þessir hefðbundnu fjölmiðlar sem að reka ritstjórnir sem að búa til megnið af þeim fréttum sem að við fáum og maður sér ekkert að það sé neinir aðrir að fara að taka upp það merki. Þannig að svona út frá hugmyndum okkar um lýðræði og hins svona upplýsta meðvitaða borgara, þá er það auðvitað áhyggjuefni ef að fréttamiðlar gespa gólunni hver á fætur öðrum, það er það. Við erum þólendur samt sem áður með tiltölulega fjölbreytt úrval af fjölmiðlum og þrátt fyrir einmitt að það liggi fyrir að
að það er eiginlega ómögulegt að halda uppi einkareknum fjölmiðlum á þess að tapa á því, þá virðast vera alveg einstaklega margir sem að hafa samt sem aður áhuga á því og dugu geta þor, gera það samt. Hvernig blasir þetta við þér? Ég náttúrulega nota mikið við fjölmiðla sjálfur og hef alltaf gert og þannig að og maður hefur sem notandi og neytandi fylgst með þessari þróun bæði hérna og heima og ég held að það sé mikið til í því að þessi þróun yfir í stafræna útgáfu hafi svolítið menn séu ennþá að átta sig á því hvert hún muni leiða. Það er alveg augljóst að það er enn og mun alltaf verða mjög mikil þörf á alvöru blaðamennsku. Það sem hins vegar hefur auðvitað breyst er það að dagblöðin og meira segja líka ljósvakamiðlar, þeir eru ekki lengur fyrstir með fréttirnar, það er að segja upplýsingarnar, íþróttaúrslit eða upplýsingar að tiltekinn atburður hafi átt sér stað, það fréttist bara leið gegnum internetið og Twitter og Facebook og þar eru við kannski öll að einhverju leyti blaðamenn. En þegar það kemur að aðeins dýpri umræðu, af hverju gerðist hluturinn, hvað mun gerast næst og þess aftar, þá þarftu blaðamennsku og í hvaða formi blaðamennskan verður, það er kannski það sem að dagblöðin standa ennþá mjög sterk að vígi. Þau eru ennþá allstaðar í heiminum, blöðin, hvort sem þau eru bara prentuð eða hvort þau eru með mikið af stafrænni tilvist, þau eru fremst í þessu. Og maður sér þetta með eins og bandaríska fjölmiðla sem væntanlega eru komin svolítið langt. Sumir hverjir þar eru farnir að fara aftur tilbaka í dagblaða til dæmis útlitið. Það er að segja, í staðinn fyrir það að þú sem áskrifandi af þessum miðli fáir matað ofan í þig netfréttir sem að algoritminn hjá blaðinu telur að hendi þér, þá er menn bara farnir að leggja áherslu á það að þú sjáir alla blaðsíðu dagblaðsins eins og hún kemur út úr prentvélinni. Þó að þú viljir ekki endilega vera að stapla upp mörgum kílóum af pappír á dag, þá er það eitthvað við þetta form. Og mér finnst að blaðaútgáfan sé í raun og veru alveg ótrúlega hraustleg þó að sé þetta vandamál núna með fréttatímann. Og það er mjög mikilvægt fyrir samfélagið þegar ég held að enginn veit hvað átt hefur fyrir mist hefur og núna hefur við á undanförnum misserum verið að sjá hvað gerist þegar aðgangur af mjög vönduðum upplýsingum er ekki til staðar. Þannig að fyrir það sem hafa áhyggjur af þróun blaðamennsku og prentmiðla, þeir eru bara að gerast áskrifundir af öllum fjölmiðlum. Mér finnst til dæmis að allir sjálfstæðismenn eiga að kaupa Stundina, sama hvað Stundin fyrir taugarnar og mér finnst allir vinstrimenn eiga að kaupa Mogga, af því að það er sameiginlegir hagsmunir allra sem að starfa í pólitíkinni og allra okkar í samfélaginu að þessi fjölmiðlar séu til staðar. Og það hefur einmitt rannsóknir hafa allir sýnt það að það er í dagblöðunum, jafnvel þótt að kannski þeim fækki eitthvað sem lesa þær, að þá er það samt ennþá þannig að obbina blaðamönnum í heiminum vinna á dagblöðum og þá skiptir engum máli hvort þau eru gefin út rafrænt eða á dagblöðum og það er þar sem flestar fréttirnar verða til sem svo netmiðlarnir og meira sér líka ljósvakarnir nota og svona búa til sitt framhald á eða eitthvað en það er ennþá mesta blaðamennskan í þessum. En ég held ef ég má líka koma inn sem fulltrúi neytenda og notenda eins og Þórlindur að þá að því var stutt í það hjá okkur í allir umræði heimur versandi fer að syrgja hefði liðna en ég upplifði það allavega að með þessara breytingu sem þið eru að vísa í með aukinni notkun netmiðla og svo sér hvort sem það eru dagblöðin eru gefin út rafrænt eða í hvað formið það er þá ertu ekki lengur í þeirri stöðu að vera að gera upp við því hvort þú ætlir að lesa Moggann eða Kjarnan, Stundina eða Eyjuna eða hvað sem miðlar heita því að þegar eitthvað gerist þá ertu náttúrulega jöfnum höndum að lesa erlenda efni líka að þú getur farið beint í atvik sem á sér staði og Norðurlöndum og þá lestu bara Norðurlandamiðlana eða þú lest New York Times þannig að mörgu leyti erum við náttúrulega langtum betur sett með fjölmiðla heldur en allavega sem neytendur en við vorum fyrir nokkrum árum síðan. Gunnar Smári Egilsson talaði það, hann er ritstjóri Fréttatímans og hann hefur förum hans betur yfir þá eftir í að því að hann vilji stofna nýjan stjórnmálaflokk á Íslandi og talaði þá það sérstaklega að honum fyndist lítið hægt að hafa áhrif á samfélagið, allt og lítið fyrir hans smekk allavega í gegnum blaðamennsku og fréttamennsku
og tók sem dæmi kaupin á Búnaðarbanka sem var náttúrulega upplýst í fjölmiðlum fyrir sko meir en áratug síðan upphaflega og hefur verið gert alveg margoft síðan. Valgerður, tekur þú undir þetta? Hafa fjölmiðlar of lítil áhrif? Því er kannski vandsvara. Ég meina það er auðvitað hægt að benda líka á dæmin mikil áhrif sko. Og hérna ég held að sömuleyti kannski getur maður sagt að og kannski átti við á þessum tíma sem verið að vísa til varðandi Búnaðarbankann sko að ef að það er engin sko jarðvegur fyrir ef að einhvern veginn almenningur eða stjórnmálamenn eða er enginn sem tekur undir þennan málflutning og ef að miðlarnir svona ekki allir í málinu að þá gerðist ósköp lítið sko. Af því að svo getur maður náttúrulega lent líka sko Panama-skjölin sem dæmi akkurat til gagnstæða sko. Ég er ekkert viss um að ef að fjölmiðlar hefði ekki unnið í því máli þá hefði almenningur ekki mótmælt en ef almenningur hefði ekki mótmælt þá er ég ekki viss um að margt hefði breyst skilur. En að þetta verður svolítið að spila saman sko. En það er alltaf tilhneiging til þess að sko ýkja áhrif fjölmiðla. Ég held að Gunnar Smári hafi nú haft bara töluvert mikil áhrif og hann hefur einhvern veginn að vera byltingamaður í öllum byltingum síðustu 20 árin sko og ég held að bara gaman að því að sjá hvað hann gerir sem að leiða næstu byltingu. Ég þori ekki að spá hvort að hún takist. Förum aðeins yfir þetta. Hann vill stofna sósíalistaflokk Íslands og ég hef ekki heyrt neina breytingur því hann ætli bara að halda því til streitu. Við erum alltaf með nokkra svona allavega flokka á Íslandi sem eru með sósíalískar áherslur. Er pláss bara yfir höfuð á hinu pólitíska spektrumi fyrir svona flokk? Sko ég er nú alveg hlynntur pólitískri nýsköpun. Ég held að við höfum náttúrulega séð hana að við fórum úr 5 svona kjarnaflokkum yfir í 7 núna og á þingi. Þannig að mér finnst það bara áhugavert og það er ákveðin deigla í því sko hvað er fólk það er bara breytast viðfangsefnin en með sko úrslit síðustu kosninga þar sem var hægri stjórn og Sigmundur Davíð þurfti að segja af sér og það voru Panama-skjölin og það var svona margt bankaengavæðing fyrir dyrum reyndar ekki komin sér skýrsla en samt náði þessi vinstri blokk ekki að mynda ríkisstjórn ekki náðu afli þá pláss við næstu kosningar fyrir sósíalistaflokk lengst til vinstri VG sem nýtur núna mikils fylgis. Þannig að ég er alls ekki sannfærður það en það er bara flott að fá fleira fólk inn á þing og svona og ég kann vel Gunnar Smára en hann það er auðveldar að sitja í svona þætti sko, ég man alltaf eftir hann alltaf góður í þessu halla sér aftur þegar maður að taka eitthvað lífi í svona þætti bara, já, þessi uppákomi á Gunnari Smára í vikunni er náttúrulega þannig að ég held að hann verður fær annars konar gagnrýni og annars konar aðhald. Hann hafði fullt af valdi sem öflugur maður í fjórðavaldinu í langan tíma. Nú ætlar hann að fara sig yfir og það verður bara áhugavert að hafa ekki allir fjölmiðlamenn pluma sig þar, alls ekki. Það er bara frekar reglan að þeir plumi sig ekki. Þorbjörg, hvað segir þú? Já, ég hugsaði þetta og tók náttúrulega eftir þessari frétt þegar hann kom fyrst fram og í samhengi þá við stöðu VG, ég held að þau séu mælast með 20-23% í dag og ekki verið sterkari í 10 ár. Þannig að það er kannski svona fyrsti punktur í þeirri stöðu hjá þeim flokki sem að skilgreina sig hvað næst þessari línu. Ég held að Samfylkingin er að skilgreina sig sem sósíaldemókratískan flokk, finnst mér nú ekkert sérstaklega mikill munur á þessum flokkum tveimur. En þegar að staðin er svona hjá VG með þetta mikla fylgi, er þá þörf á því að fara fram í annan leiðangur? Getur það verið að menn séu kannski bara ósáttir við það að þeir eru einfaldlega ekki í forystu sjálfur. En ég held samt að VG sé kannski einmitt þetta stór flokkur vegna þess að hann hefur fengið að vera dálítið opinn og óræður með það fyrir hvað hann stendur. Að tala mjög í breiðum línum, tala fyrir umhverfismálum og síðan er það svona allur gangur á hvernig það spilast í praxis. Þannig kannski er það einhver leyti þannig að það er vöntun á skýrari valkosti þarna til vinstri og því leytinu til held ég með þetta stóra mengi kjósenda þarna þá sé fyrir hendi sveirum og pláss.
En kannski ef maður bara aðeins skjóta, ég ætlaði nú ekkert að blanda mér í þessa umræðu, en svona dettur, það sem að hérna, Gunnar Smári hafði talað var sem sagt svona verkalýðsáherslur og ef að maður hérna skoðar til dæmis það sem að hefur verið að gerast út í hinum stóra heimi, að þá það einmitt svolítið sko verkalýðurinn sem að hefur orðið illa úti í þessum hérna, þessari alþjóðavæðingu og vinstriflokkar víða hafa einmitt verið sakaður að hafa bara skilið þetta fólk eftir. Þannig að hérna Og það samtal yfir áður komið upp innan eða VFG að það sé gjá á milli verkalýðsarfsins og ekki síðan samfélkinguna. Og ég meina, maður sér alveg það sem er að gerast sko í Svo er að sjá hvort að Gunnar Smári svarið við því. Það er eftir annað. En maður sér sko, það er núna þegar hérna er að aukast svo mikil hérna umsvifin að þá sko það er alltaf að koma öðru hvoru fréttur að það sé verið að sko níðast á verkafólki, það sé jafnvel sko mansal og þrælahald og guð maður vita hvað sko sem að tengist svona þessari alþjóðavæðingu hérna frelsa hérna, þannig að kannski er það eitthvað í þessu sem að hann er að hérna reyna að pota í, en hvort það er jarðvegur fyrir það skal ég ekki segja. Þórhildur, þetta tal hjá Gunnari Smára hefur náttúrulega verið í gangi svolítið lengi en fær svona byr undir báða vangi í þessari fátæktarumræðu sem hefur verið undanfarið og svona hann hefur nýtt tækifæri að hnýta í valdhafa núverandi og fyrrverandi fyrir það að hér séu eins margir raun ber vitni að lifa við fátækt á svona þessu norræna velferðaríki sem við teljum okkur búa í. Ertu sammála því? Erum við að skilja einhvern hóp algjörlega eftir og þarf að koma nýr flokkur til að koma þeim til hjálpar? Sko, já, ég hjó svolítið eftir því sem Gunnar Smári talar að honum hafi ekki tekist að breyta samfélaginu nógu mikið í störfum sínum sem blaðamaður. Og það kom mér svolítið á óvart vegna þess að ég hafði aldrei einhvern veginn litið þannig á að það væri hlutverk mann sem blaðamanns, ég starfa sem blaðamaður, að það væri einmitt það sem maður ætti að reyna að forðast, að vera með eitthvað ómikinn áhuga á því að breyta samfélaginu sjálfur eða stjórna því það að vera blaðamaður er ekki valdastaða. En ég hef unnið fyrir Gunnar Smára og mikill aðdáandi hans sem finnst hann mörgu leyti er alveg mjög mikill yfirburðamaður og ég man eftir því að ég hafði áhuga því sjálfur að sjá hann fara út í pólitík. Og hefði stutt hann í því, sko, en þá var hann reynda svo mikill hægri maður. Og núna hefur það algjörlega kúvenst, þannig að þarna er búið að detta inn á ákveðið málefni sem að auðvitað allir hafa ákveðna og mikla samúð með held ég fátækt, en það sem auðvitað er í gangi og það sem að þetta er náttúrulega bara popúlismi. Það er bara verið að keyra upp popúlíska stemmingu sem Gunnar Smári er að taka þátt í. Hann er bara sér, eins og Andrés nefnir áðan, hann sér að byltingin er hafin og eða sér tækifæri til þess að bara eins og hann sér svona brimbrettakappi að bíða eftir réttu öldunni, sko. Og hann, þetta er frábær málsvari fyrir hvaða hóp sem hann tekur sér að vera málsvari fyrir, en auðvitað er það ekki heppilegt að honum hefur ekki gengið vel með það að klára sín mál hjá það fólki sem hefur treyst á hann fyrir sína lífsafkomu á þessu blaði. Og það er, hvort sem það er sanngjarnt eða ekki, þá er þetta ekkert svona skemmtileg byrjun á ferli sínum sko, sem pólitískur talsmaður almennings og verkafólks að skilja eftir sig svona erfitt mál. Nei, það er náttúrulega óvíst, svo sem hvernig það endar, en Þorbjörg, þið eruð í félagsmálaráðuneytinu og þessi fátæktarumræða hefur farið nokkuð hátt og ég hef allavega sagt sjálf, eftir að Pétur Blöndal þingmaður lést að þá þekki ég orðið engan lengur sem að skilur almannatryggingakerfið. Sko, finnst ykkur í ráðuneytinu og í rauninni bara þínu flokki í Viðreisn, sem er náttúrulega í ríkisstjórn, þetta ekki, þetta er náttúrulega rétt sem að Smári er að segja. Þetta er óásættanlegt að það séu þúsundir sem að lifi við sára fátækt og fleiri í skilgreindir fátækt. Auðvitað er það og það eru til greiningar og gögn fátækt í ráðuneytinu og þegar maður skoða þær þá blasir það bara við að fátækt er veruleiki á Íslandi, fátækt er staðreynd á Íslandi. Við hefum svona cirka hugmynd hversu stór sá hópur er, það liggur fyrir að það fjölgaði í þeim hópi eftir hrun og það liggur fyrir að svona upp úr 2012 að þá fór staðan að batna. Við erum í samanburði við aðra þjóðir hins vegar, þá eru tölur okkar nokkuð jákvæðar.
að fátækt á Íslandi veruleiki og hún staðreynd en hún fátíð. En það breytir auðvitað ekki stöðu þeirra sem að búa í þessum aðstæðum. Og þá það náttúrulega hlutverk stjórnmálanna að reyna að beita þeim tækjum sem við höfum til þess að fólk komist út úr þeirra stöðu. Það hefur verið greint hvað það sem veldur og við sjáum það að hérna, þó sé ekki eftir að tala um orsakasamhengi, þá alltaf svona vísbendingur það að það svona 3 lykilþættir sem að virðast hafa hvað mest áhrif og það staða á húsnæðismarkaði, það heilsufar og síðan það heimilisgerð. Og ríkisstjórnin hefur lagt af stað núna með það bara strax á sínum upphafsmetrum að leggja í aðgerðir á húsnæðismarkaði þar sem til dæmis verið að beina mjög sjónum fólks á stöðu leigjenda, þeirra sem eru á leigumarkaði. Það eru vísbendingar um það að það eru fleiri í þeim hópi sem að búa í fátækt heldur fólk sem í eigin húsnæði. Það fólk sem fast þarna inni á leigumarkaði af aðstæðum fremur en vilja, að verja stærri hluta sína tekna í húsnæði og býr við ótryggari húsakost. Þannig að allt sem getur orðið til þess að losa fólki undan þeirri stöðu liður til þess að berjast gegn fátækt. Heilbrigðisráðherra hefur tilkynnt nýtt greiðsluþátttökukerfi. Við höfum öll tekið eftir umfjöllun það sem að held ég að það sé algjör einhugur á Íslandi, að við viljum ekki að fólk sé samhliða því að glíma við alvarleg og langvarandi veikindi að dæmast til fátæktar eða greiðsluþátttakan sé slík að menn ráði ekki við hana. Og það verður sett þak á það núna frá með 1. maí. Þannig að þó að það sé aðgerð í þá heilbrigðis að þá það náttúrulega, þá mun það mæta þessar stöðu líka. Og svo það bara spurningin hver sýn okkar á velferðarsamfélagi Ísland, hvernig viljum við beita þeim tækjum sem við höfum. Þar skoðum við þetta velferðarkerfi sem ég nefndi, en líka bótakerfið. Og þar hefur Ísland verið gagnrýnt fyrir það að við sem að smyrja stuðningin út of almennt og of þunnt, þannig hann mæti ekki eða bæti ekki hag þeirra sem að raunverulega þurfa á honum halda. Þá erum við kannski að horfa á tekjulega barnafjölskyldur og svona, að við sem að fara inn það myndarlega og rausnarlega gagnvart þeim hópi sem á þurfa að halda. Þannig þessi 3 punktar sem allir eru til skoðunar og eru komnir áleiðis, það svona gæti orðið raunverulegt innlegg í þessar fátæktarumræðu. En það dugar ekki bara að tala stöðuna, við verðum líka að reyna að horfa á það hvernig við ætlum að breyta henni. Já, mér kannski langaði að grípa hana bolta frá þeim öllum 3 fátækt og stöðu leigjenda og verkalýðin sem einhvers konar mengi sem þurfi að leiða og þurfi að njóta meiri sé pólitískt áhrifalaus eins og kannski Gunnar Smári og einhverju vilja meina. Ég myndi held að við séum kannski líka aðeins að missa af stóru myndinni sem eru mörg bara mörg sönnunögn fyrir að það liggur fyrir að á síðustu árum eftir hrun hefur í rauninni tekjumismunum minnkað á Íslandi. Það að segja þessi Gini-stuðull. Þannig að fólk með svona nær hvort öðru í tekjum. Ekki það eru mjög margir með allt of lága tekjum. Já, en ég velti fyrir mér hvort að við í staðinn fyrir að horfa á hvort annað og skilgreina okkur mikið í hópa að segja bara, og ekki horfa þetta einu sinni frá vinstri eða hægri, ekki raunverulega mismunur sem svona gerast hægt og hljótt og búin að vera að gerast, hún á milli launafólks, hún á milli í rauninni 80-90% okkar, 95% jafnvel, sem að þiggjum laun í hverju mánuði og hinna sem eiga eignir. Það fátækafólk í verkalýðurinn, hann undir pressu. Það sem hefur aukist á Íslandi og enn meira í heiminum öllum það að kapitalið, fjármagnseigendur, eru búin að toga meira til sín. Það líka í þessari umræðu, við erum að gagnrýna bónusa eða við erum að gagnrýna laun, en ég ekkert viss að millistjórnendur á Íslandi eða millistétt eða eitthvað, á þess að ég sé eitthvað sérstakur talsmaður þeirra, allavega þangað til nýverið ekki haft miklar áhyggjur af þeim, en ég held nú hef ég bara áhyggjur af fólki á vinnumarkaði, bara öllum sem á vinnumarkaði. Og þannig að ég myndi alveg víkka umræðan út í það að þetta fólk ekkert að ríða feitum hesti eitthvað frá því að vinna langan vinnudag. Og þannig að kannski ættu bara allir á vinnumarkaði að taka höndu saman og segja, hvað með þá sem eru opna mengandi verksmiðjur eða eru að koma inn með einhver fjárfestingarleið eða aflandsfélög og snúa, við erum svo mikla staðreyndir á borðinu, þessi tækifæri til þess að snúa bökum saman og segja, þetta ekki góð leið að skipta kapitalinu og auðlindum Íslands og heimsins svona. Mér langar að setja smá punkt við þetta.
það verður eiginlega ekki hjá því komist að ræða aðeins það sem gerðist í Svíþjóð, hryðjuverkin þar. Mikið af Íslendingum sem voru staddar hérna í nágrenninu og þetta náttúrulega bara eins og hefur verið í Bretlandi og Frakklandi og annars staðar í Evrópu þegar svona hefur verið að gerast. Þetta stendur manni nærri. Bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra sögðu að það þyrfti að herða hérna öryggisgæslu og það voru víst fleiri sérsveitarmenn á vakt núna helgina. Þórlindur, hvernig slæðir þetta þig? Er þetta eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af? Ég held ekki, sko. Ég er ekki hræddur við hryðjuverkamenn. Ég er ekki hræddur það að það sé miklu líkur á því að ég eða eitthvað sem ég þekki verði fyrir árás hryðjuverkamanna. Ég meina það deyja 100 mann á lestarteinum hverju einasta ár út allan heim. Miklu fleiri heldur en Vesturlandabúar heldur en hryðjuverkum. Það gert mikið úr þessu. Ég held að þessi gaur sem keyrði inn í Åhléns í Stokkólmi í gær hefur örugglega fylgst vel með athyglinni sem að hálfvitinn fékk sem að keyrði á Vestminsterbrúnni daginn. Og þú veist, og eftir að það gerðist að þá var þetta þessi þjóð sem að setur á alla bólunni svona keep calm and carry on, læsa niður allir í miðborginni og það var verið að halda því fram við fólk. Forsætisráðherra mætir og segir þeir mun ekki sigra okkur. Nei, gaur á Hyundai leigubíl með eldúsnýf mun ekki leggja breska ríkið undir sig. Sko það er engin hætta á því að þessi hryðjuverkamenn sigri en þetta er náttúrulega orðið brjálæði hvernig viðbrögðum við svona atburðum eru. Og fjölmiðlar fara á fari í umfjöllun? Já, við öll gerum það. Ég meina þetta er eins og það er allir að merkja sig örugga í Stokkhólmi. Það sjá allir í fréttum, það eru 3 sem deyja þarna fyrst og það hefur einn bæst við og það er auðvitað hryllilegt en við erum öll að merkja okkur örugg. Það er eins og það verður rútuslys einhvers staðar í Noregi og við sem allir Íslendingar í Noregi merkja sig örugg á Facebook. Sko hann heitir Simon Jenkins, blaðamaður eða ritstjóri sem að var nú einmitt kollegið þessi vitnaði í þetta eftir þessa London árás. Það eru fjölmiðlar og það eru viðbrögðin sem eru að búa til þessa hættu. Og er þetta einhver hætta? Auðvitað er þetta hætta. En hún er bara ekki á þeim skala að venjulegt fólk að ég eyða meira en 1 mínútu á ári að hafa áhyggjur af því. Það er hryllingurinn við þetta sem er hættulegur og við erum held ég farin að bregðast við þessu svolítið eins og þetta er svona sjálfsofnæmi að verða, sko. Þetta er eins og ónæmiskerfi sem er farið að ráðast gegn sjálfu sér. Við erum að grípa til svo mikilla aðgerða til þess að stemma stigu við áhættu sem er ekki mikil, að það eru aðgerðnar okkar sem er að skapa í raun og veru skriðþungan fyrir þessa aðila sem að láta sér detta þetta í hug. Nú ætla ég í dag að keyra niður fullt af fólki og í staðinn fyrir ég sé kallaður glæpamaður þá ætla allir fjölmiðlar heimsins að taka sig saman það að segja að ég sé hugsjónamaður. Þeir eru ekki að segja að þeir séu sammála hugsjóninni en þessir aðilar sem maður nefnir ekki einu svona nafnleiknis að það er það sem þeir fá út úr þessu. Þetta er eina sem þeir hafa fram að færa í lífinu. Þeir verða hetjur út allt af einhverjum vefsíðum, einhverja hálfvita út allt sem er að hyggja á einhver illráðabrugg gagnvart öðru fólki og þetta er búið til. Þannig að auðvitað er þetta hryllilegt, en hef ég einhverjar áhyggjur af hryðjuverkum? Nei, ég hef engar áhyggjur af hryðjuverkum og ég held að það sé bara það sem fólk þarf að fara að átta sig á. Fólk sem býr við alvöru hættu, það heldur bara áfram í lífinu sinu og á stríðssvæðum að það heldur lífið áfram, við erum bara svo langt frá því að vera það. Og þannig að spurningin hef ég áhyggjur af þessu, bara klárlega, nei, ég hef engar áhyggjur af þessu. En það kemur kannski aðeins inn á að því vorum að tala fjölmiðla í byrjun að þarna eru fjölmiðlar á einhverju leyti sviði, þau eru að segja fréttirnar, en líka orðnir þáttakendur í atburðarásinu með löngum beinum útsendingum eins og Þórlindur að nefna að gefa þetta mikla vægi umfram efni. Valgerður, hvað segir þú? Eru fjölmiðlar ekki að standa undir ábyrgð í þessum efnum? Sko þetta er náttúrulega hryllilegur atburður, það er voða erfitt að ætla sér að segja við fjölmiðlar, nei þið skulle ekki vera að fjalla þetta. Þetta er bara, en auðvitað er sko þetta eru stórviðburðir. Þetta eru stórviðburðir og tilgangurinn með árásum af þessu tagi, þó maður getur svo sem ekkert sagt til þessa tiltekna þarna í Stokkhólmi, en tilgangurinn með hryðjuverkum samtaka eins og ISIS er að skapa ógn og hafa áhrif á samfélagið þannig. En það er sko
þetta svona spurningin að reyna að setja hlutina í samhengi og maður þarf kannski líka bara svolítið að gera það sjálfur sem svona bara lesandi. Og krafan getur auðvitað aldrei verið að segja ekki frá. Nei. En þetta er kannski dálítið eins og bara með afbrota umfjöllun, þar sem að vera að normalísera frávikið. Fjölmiðlar hafa líka, ég las til dæmis á BBC í gær, þar sem þeir eru með svona bara samantekt, hryðjuverkaógnin í Evrópu meiri núna heldur en hún var hjá foreldrum okkar. Og niðurstaðan nei, líkurnar á því, ef þú talar bara líkurnar á því að deyja í hryðjuverkaárás í Evrópu núna eru minni heldur en þær voru á tímum Baader-Meinhof og ETA og Rauðu herðöldina og þetta. Hins vegar hafa árásurnar sem hafa verið gerðar núna undanfarið eins og Madrid, Nice og fleiri, þar hafa verið mannskæðari. Þeir voru, ETA til dæmis, þeir voru ekkert rosalega effektífir, það hafi einn dáið í hverjum 4 árásum eða eitthvað. Þannig að upplifun fólks þá kannski líka dálítið önnur heldur en. Og nær okkur. Það bæta einu við með þetta, sem það að þegar það koma svona fréttir af einhverjum glæp sem framið með þessum hætti, einhver stelur bíl og keyrir inn í hóp og í þessu tilviki, ég var þarna daginn áður og það er svo skrítið, mér fannst, ef ég hefði komið frétt að það hefði kviknað í þarna, þá held ég mér hefði ekkert liðrætt öðruvísi. En þegar þessar fréttir koma, þá alltaf þetta spurningin, var þetta hryðjuverk? Ok, og það tekur smá tíma að komast að því. Hvað verið að spyrja með þessu? Var þetta hryðjuverk? Nei, þetta var ekki hryðjuverk. Hvað þýðir það? Það þýðir, þetta var ekki arabi. Var þetta arabi? Já, þá var þetta hryðjuverk. Svo fyrir að skoða hvað þessi arabi búinn að vera að gera á internetinu. Já, hann var að skoða ISIS síður. Ok, og hann vill munstra sig í merki ISIS og við búum hann til eftir á. Þú veist, spurningin eftir alla svona atburði sem að mér finnst svo óþægileg þessi spurning, var þetta hryðjuverk? Eigum við að vera hrædd? Þetta verið að senda skilaboð á fólk út allt. Verið hrædd í dag við arabana. Af því að einn þeirra, hann gerðist sekur glæp í fjarlægu landi og kannski nálægu landi. En þegar sambærileg atvik verða, sem þau verða daglega út allt í Evrópu, út allt í Bandaríkjunum, að morðingjar drepa, þá ekki spurt, var þetta hryðjuverk? Þetta nákvæmlega sami gjörningurinn. Og hættan fyrir okkur nákvæmlega svo sama. Nánast ekki. Sér þú fyrir þér að fjölmiðlar muni breyta eitthvað sinni hegðun ef úr því sem komið og þetta heldur áfram? Ég held að fjölmiðlar séu þeir endurspegli svolítið samfélagið og þeir eru alltaf meir og meir, þeir vita bara nákvæmlega á hvað við smellum og svona, og það farið að keyra áfram tekjumódelin þeirra að hluta, þannig að bæði starfsmanns vegna viljum ekki skella skulda á það, en þeir eru, í lýðræðislegri umræðu, í fréttaumfjöllun, ég hef samt ekki, kannski taka sem neytandi líka, það hef ég ekki áhyggjur. Mér fannst athyglisvert að ég bara sníði svo yfir á annað mál heima, það búið að vera rosalega mörg öfl að reyna svona ota sínum tota, leiðrétta af sitt orðspor sem hafa verið dæmdir og sendir í fangilsi og þeir hafa beitt alls konar vafasömum aðferðum til þess að reki fréttasíður, verið sending greinar svona og með eitthvað markmið. Og svo sá ég milli ára, eftir að svona dómstólar hafa aldrei setið undir jafn mikilli gagnrýni, þá fóru þeir upp 11% í trausti. Það gaf mér svona, og sama hvar maður stendur í því máli, sem ég held að meirihlutin sé nú kannski öðru megin, að þá hugsa maður, ok, þetta verður allt í lagi. Fólk kann að lesa í gegnum þetta. Það verða einhverjum menn eins og Þórlindur og Valgerður og Obba sem koma og segja, þurfi ekki að vera hrædd. Og við kunnum að vita hvernig við erum að hlusta á. Þó maður hafa ágjörð þessu fake news, þá svona, ok, það trúa ekki allir því sem þeir lesa. Og þannig að ég held að heimur fari ekki endilega versnandi þrátt fyrir fjölmiðla. Við komumst ekki lengra með þetta. Takk kærlega fyrir komuna, öll sömul. María Rún Bjarnadóttir, lögfræðingur, kemur inn til mín í settið eftir skamma stund.